Júlíus, hver svona lærdómurinn sem dragið af þessu? Bara, þú veist, finna þetta aðeins hérna, finna hvernig að vera í kringum toppliðin og kringum toppbaráttuna og kringum bikarhelgin og allt þetta, þú veist, ég held að það sé svona fyrst og fremst bæði sem ég tek út úr þessu og náttúrulega stelpunnar. Ég hérna í fyrsta sinn sem þjálfari, stelpunnar eru allar hérna í fyrsta sinn sem hérna leikmenn í einhverju hlutverkum og ég held að við tökum það bara út úr þessu, bara, já. Það var svona fyrri hálfleikurinn þið sem bara gekk vel og þið bara náðu að velja þeim alveg undir ökkum. Já, fyrri hálfleikurinn gekk nokkurn veginn nákvæmlega eins og ég var búinn að setja hann upp. Ég var svona búinn að stefna því að við myndum reyna að tapa sem fæstum boltum þar og reyna svona að halda kannski í boltan í lengri tíma og það gekk bara ljómandi vel. Hefði svona, ég hefði viljað kannski vera aðeins nærri þeim í hálfleik, svona sappist að segja. Við erum eitt tapaðan bolta í fyrri hálfleik og það var svona það sem við lögum upp með, þannig að ég er virkilega stoltur af fyrri hálfleiknum en því miður þá bara er þetta 10 mínútna kafli í byrjun seinni sem fer með þetta. Einmitt, það verður svolítið erfitt þið farið í 7-6 eða eru í 7-6 og fáðu okkur 2 mörk við völlinn og þetta verður svona strax svolítið erfitt. Já, það er náttúrulega bara fórnarkostnaður sem við vitum að getur dottið inn og því miður það gerist það núna og alveg viðbúið að Haukar voru klárlega ekki sáttar með sína frammistöðu í fyrri hálfleik, þannig að það ætluðu að koma inn og keyra yfir okkur sem það gerðu og bara kúta svo þær og bara frábært lið. En ég meina þið lendið bara konar 10 mörgum undir, það hefði verið svona einfald að mörguleiti að gefast bara upp en það er alls ekki, það er svona hugur í ykkur áfram sem hlýtur að vera jákvæð. Já, þú veist, þó ég sé nú aldrei svona glaður að nota orðið að hafa enga tapa sko, mér finnst það er svona einhver þversögn sko en það er náttúrulega svona pretty much það sem við erum að díla við hérna uppi sko og ég er bara ógeðslega stoltur af stelpunum og félaginu og öllu bara fullt af fólki sem mætir og allt, þú veist, bara til fyrirmyndar og það er að vera að sýna það í undanförnum leikjum að við viljum ekkert endilega láta valta eitthvað yfir okkur og ég var mjög ánægður með það hvernig það bregðast við hérna eftir að ég tek leiklið þá svona finnst mér að koma aftur svona og fara að líta út eins og lið sem það er svo sannarlega eru. Þetta gefur ykkur vonandi svona að lokum, þetta gefur ykkur vonandi ber í seglinn svona fyrir lokasprettin? Já, klálega, bara bæting á frammistu svona hvað varðar tæknifeila og slíkt, við náttúrulega kannski erum að klikka aðeins svo mikið af færum sem við þurfum aðeins að fara yfir en klálega, frammistaðan er að vera betri og við erum held ég að vera tilbúnar í lokakaflanum.